Kafli 1-3 og nú tölum við röðun rauntalna. Mengjaðgerðir skýrða frekar, skoðum við myndir, max og mín, tveggjatalna, rauntalnabilin, takmörkumengi og ótakmörkumengi. Hér fáum við í hendurnar A og B sem rauntölur og nákvæmlega eitt af þrennu gildir sérhverja tvær rauntölur sem eru bornar saman. A er minni en B, B getur minni en A og A er jafnt og B. Látum C vera gefna líka. Og þetta þýðir það að ef að A er minni en B og B er minni en C þá höfum við þessa gegnvirkni. A er minni en C. Það gerist ef að margveldum í gegnum svona ójöfnu. Ef að A er strangt minni en B og C er strangt stærri en 0. Ef margveldum í gegnum þessa jöfnu hér með C þá gildir að A sé minni en B sé og röðun heldur sér. Hins vegar, ef A er strangt minni en B og C er mínustala, snýst röðun við. BC verður minna heldur en AC. BC nær 0 heldur en AC. Mínus 1 strangt minni en 2 og 2 er strangt minni en 4. Hér hefur við gegnvirknina. Mínus 1 er auðvitað minni en 4. Mínus 1 er minni en 2 og ef C er stærri en 0, segir stundum að C sé jöfn lengd sinni, liggur hægra megin við 0 á rauntalnalínu. Ef við margvætum í gegnum þessa jöfnu, mínus 1 er minni en 2 með C, þá fáum við að þessa mínus C verður minna heldur en 2C. Hins vegar ef að C er mínustala, sjáum við að 2C er þá mínustala og mínus C plústala og 2C nær 0 heldur en mínus C. Á milli sérhverja tveggja rauntalna A og B er rauntala. Meðaltala A og B er á milli A og B, svo er þetta ekki dæmi. Og svo má halda áfram. Það má aftur taka meðaltala af A og A plus B deltu 2. Áfram að finna tölur á milli sérhverja tveggja. Og við skulum til dæmis skoða sér í lagi að á milli sérhverja tveggja rauntalna A og B, þar sem A er strangt minni en B, það má alltaf finna ræðatölu langt á milli þeirra. Og við sönnum það með smíð og sýnum að fyrir sérhverjar tvær rauntalur A og B, sem að A liggur vinstra megin við B, þá er til C ræðtala sem liggur strangt á milli A og B. Og við setjum þetta upp í 3 tilvik. Nú, fyrst skoðum við þegar allar tölur jákvæðar. A er minni en B og A er stærri en 0, svoleiðis að B er stærri en 0. Og þar sem að A er minni en B, þá er munur á B og A, það er að segja B mínus A, hún er jákvæð tala. Strangt jákvæð, stærri en 0. Og köllum þetta bil lambda. Og svo leitum við og finnum nógu háa jákvæða heiltölu n og við getum kallað það bara talningu líka. Þannig að n sinnum lambda er stærri en 1. Ef þetta bil til dæmis B mínus A er 0,1 þá þurfum við að taka n stærri en 10. Komst upp fyrir 1. Til dæmis 11 sinnum 0,1 verður stærri en 1. En þetta tryggir að 1 á móti n heldur en billengdin lambda. Næst þá finnum við hæstu talningu, köllum hana K, sem að uppfyllir þessa ájöfnu. Það er að segja, við erum búin að ákvarða n-ið og svo margföldum við hér tölu 1 á móti n með K, þannig að við séum undir A. Það að þetta sé hæsta talning K þýðir að við megum ekki taka K plus 1 eða öllu heldur liggur K plus 1 á móti n fyrir ofan A. Þannig að A klemmist hér á milli þessara tveggja talna. Nú, athugum svo að hér K plus 1 á móti n, hann má liða upp og K á móti n er minni en A, 1 á móti n er minni heldur en bilið á milli B og A. Sem við fáum hér mat upp. Séð að K plus 1 á móti n er fyrir neðan A plus billengdin. En A plus billengdin
sem er b mínus a er nákvæmlega b. Þá fundið ræðatölu því að k plus 1 er heiltala og n er heiltala sem er minni en b. Þá getum við tekið þessa tölu sem séð okkar sem vorum að leita að liggur strangt á milli a og b. Og ef að a liggur vinstra megin við 0 og í ætti að vera a og a liggur hægra megin við 0, þá er 0 ræðatalan sem liggur strangt á milli a og b eða eina af þeim. Allavega fundið eina. Tilvík 3. Ef að a er minni en b og b er fyrir neðan 0 eða vinstra megin við 0, þá getum við margfaldaði gegnum þessa jöfnu hér með mínus 1 og þá snýst röðunin við. Og þessi verður jákvæð. Mínus b er jákvæð tala sem er minni heldur en mínus a. Samkvæmt tilvíki 1 þá erum við búin að þessu. Óttið tala, hvernig mann að sé merkt, hún er ræð, sem liggur hér strangt á milli þessara jákvæðu talna, mínus b og mínus a. Og við þurfum þá bara að taka samlækningar andhverfu sé merkt, sem tölunar sem við erum að leita af. Og hún liggur þá strangt á milli a og b, þar sem a og b eru mínus tölur og sé þá mínus tala. Það liggur á milli a og b. Við vitum ekkert hvað a og b eru í þeim skilningi, hvort þær eru ræðar og óræðar. Þess vegna erum við að gera þetta almennt. Og svo ætlum við að nota þessa tækni sem kemur fram í síðustu sönnun til þess að finna ræðatölu sem liggur strangt á milli rótin af 2 og svo rótin af 2 plus smásp. Og áfram höldum við. Nú ætlum við að sýna að á milli sérhverju 2 rauntalna a og b sem gefnar eru og við veljum að a er minni en b og til óræðatala. Þannig að a minni en c sem er minni en b. Nú við byrjum á því að taka meðaltalið. Ef tala sem við getum kallað meðaltalið að mý er óræðatala, það vil bara svo til, nú þá er þetta komið. Ef ekki, þá tökum við hálfa billengdina, hálft bilið á milli b og a og kallum það delta. Síðan veljum við af handahófi óræða tölu, einhverju tölu sem við vitum bara er óræð. Við vitum að rótin af 2 er óræð og mínus rótin af 2 er óræð og við vitum að pi er óræð. Við getum tekið líka öðlisfastan e, 2,7, 1,8, 2,8, 1,8 og svo framvegis. Svo veljum við bara nógu háa heiltölu n, þannig að þessi keðjuójafna verði uppfyllt. Hér klemmum við r-ið hér á milli, því að það er svo sem ekki vitað almennt hvort að r-ið er mínustala eða plústala. Okkur nægir þá bara önnur ájafnan þegar búið er ákvarðað þetta. Ef við deilum svo í gegn þessa keðjuójöfnu með n, þá erum við komið með þessa klemmu að r á móti n, sem er óræðatala, því n er tala. Hér mínus delta og delta. Delta er jákvæð því að b er stærri en a. En þá er talan sem við erum að leita að komin og við getum sagt að talan c sem er meðaltala a og b plus og ræð af því að við erum búin að skoða tilvikið og hún var óræð, hún er þá ræð. Þá er við ræðtala plus óræðtala sem er óræðtala. Þá fundi tölu sem er óræð sem liggur strangt á milli a og b. Og þetta er þá heimaverkefni. Við notum teknina sem kemur fram í þessari sönnun til þess að finna óræða tölu sem liggur strangt á milli 99, 70 og 577 á móti 408. Svo að ekki getur verið til ein minnsta lengd sem er strangt stærri en 0, genningur rauntalna. Til að sjá þetta, þá skulum við gera ráð fyrir að delta, einhver tala delta, hún er strangt jákvæð, sé einmitt minnsta strangt jákvæð rauntalan. En við þurfum ekki annað en að taka meðaltala af 0 og delta og það er tala sem er strangt stærri en 0. Delta deilt með 2 er minna en delta, svo að þetta gengur ekki upp. Delta, helminguna delta er þá, delta ef að hitt væri rétt, er þá stærri en delta en það gengur þetta ekki. Forsendana til sem minnsta jákvæða rauntalan stenst ekki. Hér fáum við skilgreiningu á tölugildi. Ef a er rauntala, þá er jákvæða rauntalan
skrifuðu svona. Vikum sitt hvor megin við a, kölluð tölugildi tölunar a eða lengd tölunar a og hún skilgreinist af þessari jöfnu. Við gefum með gaffalforskrift. Lengdin af a er bara talan a ef a er strangt jákvæð. Nú, lengdin af a er 0 ef a er 0. Lengdin af a eða tölugildi a er mínus a ef a er neikvæð. Þess að ef a er mínustala, þá þurfum við að bregða mínus á mínustöluna til þess að fá út plústölu sem að þessi verður að vera, tölugildið a. Og hér höfum við 3 einföld síndæmi, tölugildið mínus 3 er 3, tölugildið 1 er 1 og tölugildið 0 er 0. Á láréttri rauntalalínu eru tölurnar hægra megin við 0 jákvæðar. Leggjum hennar lárétta, svo setja það hægri og vinstri, að vera með hennar lárétta, það þurftu að sé upp og niður. Og er a plús lengdin af a. Og tölurnar vinstra megin við 0 eru neikvæðar. Og a er þá mínus lengdin af a. Á við skilgreininguna. Svo má stytta hana aðeins og taka annað tilvikið í skilgreiningunni saman svona. Áfram hefur gaffalforskrift af því hvað lengd eða tölugildi a er. Þannig að við jafnt á 0. Tölugildið a er a ef það er, en tölugildið a er mínus a ef a er strangt neikvæð. Og þar eru fæðilega túlkanir. Lengd a er lengd bílsins á milli 0 og a eða frá 0 til a og öfugt, það er að segja frá a til 0. En getum við líka reiknað lengd eða tölugildi hennar með þessari form. Við setjum hann í annað veldi, a í öðru, og það gerir hana jákvæða og svo drögum við rót af jákvæðri tölu sem er jákvæð tala. Til dæmis a er mínus 3 og getum við sett mínus 3 í annað veldi og fáum 9 og svo drögum við rótin á 9 og fáum 3. Og almennar er tölugildið a mínus b, tölugildið mismunarins a mínus b, en tölugildið a mínus b er einnig tölugildið mismunarins b mínus a. Þess að við erum að skoða a mínus b, b mínus a. Önnur er neikvæð ef hinn er jákvæð. Og við skrifum þá lengd þessa mismunar og tölum lengd bilsins eða fjarlægðina milli a og b eða lengd bilsins sem er endapunkta a og b. Tölugildið af a mínus b er a mínus b ef a mínus b er stærri jafnt á 0, svo færum við b yfir aðri hlið, eða mínus svíi opnast, a mínus b svíi lokast, svo fellur við svígun og skrifum b mínus a. Ef b mínus a er stærri en 0, þá er a minni b. Af einhverju ástæðum verður þetta líka að vera tölugildi talnanna a mínus b og b mínus a. Og auðvitað er þetta rétt. Að fjarlægðin frá b til a er sama fjarlægð og frá a til b. Það á b að vera rauntölur og nú skulum við skilgreina stærðir sem við notum í framhaldinu. Talsvert. Við séum að mí af a, b er meðaltal af b og delta af a og b er hálflengd bilsins sem er á milli a og b. Og þetta gefur okkur formúlurnar að við förum með miðjuna og drögum svo hálfa billengdina frá, þá fáum við þá talnana a eða b sem minni er. Ef a er minni en b, þá fáum við a út þessu jöfnu. Ef b væri minni en a, gefur þessi jafnan b. Og max af a og b er þá að fara í miðjuna og leggja svo spottan til hægri. Og styttingar þá notar maður táknmálið alfa fyrir þá töluna a og b sem minni er og beta fyrir max af a og b. Og hér er svona einföld afstöðumynd. Við förum svo hér í miðjuna og við leggjum spottan til hægri. Það sé fyrir hálfa billengdina frá a til b. Þá fáum við beta er annarkvort a eða b. Ef beta er b, þá er alfa a. Látum nú a og b vera rauntölur og a er minni en b.
gefið er að max af A og B er miðjan pluss hálft bilið á milli þeirra. Að sanna að í tilvíkinu þegar B er stærri en A við notum formúluna út B og við byrjum þar sem A er minni en B, þá getum við strax ákvarðað að það verður að vera B mínus A deilt með 2 því að þetta er alltaf jákvæð stærð og þá er ekki annað en að stinga inn í þessa formúlu hér. Beta er þá mi pluss delta og mi er talið og hér höfum við bilsins. Tökum hálfanót fyrir sviga. B. Getum við bara að prófa þetta á nokkrum tölum. Það er stærri 2 eða 3. Það verður náttúrulega að koma út 3 og það er nákvæmlega það sem gerist. Það er stærri mínus 3 eða 7 og við finnum meðaltalið. Það er 2. Það er langt frá. Það er langt í 7 og við fáum 5 út úr þessu. Og þannig við fáum 2 pluss 5 sem verður 7. Og nú ætlum við að skoða mín. Og nú höfum við að mín eða alfa er miðjan og svo til vinstri. Spottinlega til vinstri þar sem við höfum þessar meðaltalið og delta. Og við höfum að sýna að komum í raunverulega út A ef við setjum þetta inn í formúlunu fyrir mín. Og þetta er þá heimadæmi sem er list á sama hátt og þarna. Þetta gefur okkur enn eina auðkenninguna á tölugildi að tölugildi A er talnanna á mínus A sem eru samlækningar andhverfur sem stærri er. Hinn er þá mínus lengd A. Skoða neðri formúluna og hinn er þá heima að vinna. Og við stingum bara beint inn hvor talnanna er minni. Setjum þá hér inn. Hér er meðaltalið og hér er hálfur spottinn á milli þeirra. Hér fáum við 0 mínus hálfur sinnum og innan náttúrulega tölugildis mínus 2a. Þannig að það mátt fella þennan mínus hér í þessu skrifi hérna en allt til að við gerum það þá í lokin. Tökum 2 inn fyrir tölugildi og þá mínus að tölugildi er að mínusa. Það er eins og kom fram áðan að tölugildi að mínusa er sama og tölugildi að svoleiðis að þetta hér er svo talnanna sem minni er þegar 2 samlækningar andhverfur eru bornar saman. Og þessa hérna. Lengdir, þá við eftirfarandi 7 reglur þær. Lengdin af A er 0 ef A er 0 og öfugt ef A er 0 þá er lengd A 0. Lengd mínus A er lengd A. Lengd af margfeldi A og B er margfeldi lengdana þó við þríhyrningsójöfnu að summa tveggja talna og lengd hennar, hún getur ekki verið stærra heldur en summa lengdana. Ef við tökum lengd af mismun, þá getur hann ekki verið meiri heldur en summa lengdana. Þetta er líka þríhyrningsójöfna. Og ef við reiknum út lengdir fyrst og drögum svo aðra lengdina frá hinni, þá getur komið út mínustala eða plústala. En ef við reiknum fyrst út mismuninn og tökum svo lengdina, þá er það er minna allavega heldur en vinstri hliðin. Og svo höfum við að lengd í öðru er talan í öðru veldi og lengd af því er sama og talan í öðru veldi. Og við segjum að regla 1, 2 og 7 er út frá eiginleikum rauntalnanna. Og við ætlum að byrja á því að sanna þá 3. Við sjá að þetta megi nú að lengd af margfeldi er sama og margfeldi lengdana er rétt jafnan, þá getum við skoða alla möguleika á margfeldi A og B. Alla hugsanlega möguleika. Og ætlum að láta nægja að skoða tilvikið A er mínustala og B er plústala. Ef A
er neikvæð og B er jákvæð, þá fáum við út neikvæð tölu þau margfaldaðar saman. Skilgreininguna tölugildi þá er lengd þeirrar tölu mínus AB. Þá er þetta þá jákvætt þegar við setjum bregðum mínustum hér fram að við AB. Nú svo athugum við að A er mínus lengd sín, því A er en B er plús lengd sín, því B er strangt jákvæð. Nú þá fæst þetta að lengd AB er mínus AB, búin að athuga það, og svo setjum við merkið þarna milli til að sjá þetta skýrar. Mínus A er tölugildi af A, B er tölugildi af B, og þá er þetta komið. Ef við megum alltaf gera þetta. Lengdi margfaldar saman, þá getum við sett lengd utanum margfaldið og öfugt. Ef við getum þáttað A og B, þá megum við skrifa margfaldi af lengdum þáttana með jöfnuði. Svo þurfum við að sanna aðra í svo jöfnuna að lengd á summunni A plus B er aldrei meiri heldur en lengdin á A plus lengdin á B, og þetta gildi fyrir allar rauntölur A og B. Við höfum sannað þetta fyrir tvinntölur, þannig að við vitum nú reyndar að þetta er rétt, en við ætlum að sjá hvernig við gerum þetta beint í rauntalnakerfinu. Í skilgreiningu og tölugildi felst þetta, allavega er þetta jafnan sem vorum að sanna 3. Að B margfeldið getur ekki verið stærra heldur en stendur. Og svo hefðum við annarveldi og margfeldum. A plus B í öðru, það er samkvæmt 7. Getum við sleppt þessum tölugildismerkjum og margvelda bara beint upp og samkvæmt ferningsreglu summu. Svo höfum við hérna AB, það er inniheldur tölugildið AB, það gefur okkur matið upp. Og síðan höfum við A í öðru, það er sama og lengdin af A í öðru, og B í öðru er sama og lengdin af B í öðru. Þannig hér höfum við jafnaðarmerki og hér höfum við þá stilt aftur upp fyrir ferningsreglu summu. Ef við margveldum hér upp á svegum, þá fáum við þetta. Það er það sem við viljum fá út úr þessu. Þennan lið, mat upp og þennan lið. Við tökum það út úr þessu. Þessar lengdir er allar, eða þessar stærri allar lengdir, það eru jákvæðar, og þessi röðun hér helst óbreytt þegar ferningsrótin er dregin af báðum hliðum. Gefur okkur það sem við vildum sanna. Þá tölum við bilin, rauntalnabilin. Rauntalnabil er rauntalnamengi sem hefur þá eiginleika að sérhver tala sem liggur á milli tveggja talna sem er í menginu er 1 í menginu. Þannig að ég til dæmis merki ef 1 og 2 eru á gefnu bili og þá er átt að vera rauntalnabil, ekki heiltalnabili, þá vitum við jafnframt alla tölur á milli þeirra eru líka á þessu bili. Við þekkjum auðvitað mikið af þeim, rótina 2 eru þarna á milli, 1,5 og 3/4 og svo framvegis. Rauntalnabil sem er ekki tómt eða tóma mengið, það getur innihaldið báða endapunkta sína, annan endapunktinn eða hvorugan. Látum nú A og B vera rauntölur, þannig að A sem er B. Skilgreinum við styttara táknmál. X er rauntala sem liggur strangt á milli A og B. Þá táknum við hér með því að hafa hotklofa. Þetta er hotklofi sem að lokast, en við byrjum á því, og þetta er hotklofi sem að opnast og við endum á því. Þetta bil inniheldur þá hvorugan endapunktana, og þá sagt vera opið bil. Og svo heldum við áfram. Hér höfum við hotklofa sem opnast og hotklofa sem lokast utanum tölurnar. Og þetta ákomið í staðin fyrir X liggur á milli A og B, X gæti verið A og X gæti verið B. Þetta bil sem inniheldur báða endapunkta sína A og B, og það er sagt vera lokað bil. Og hérna er rauntalnalínan öll mengið sem inniheldur allar rauntölurnar. Og við 10 gerðir rauntalnabila. Hér eru þær.
Þetta bil inniheldur bara einn punkt, eina rauntölu. Það er kallað 1 punkts bil. Hér höfum við opnabilið. Hér höfum við hálfopið bil. Opið að ofan, við getum sagt að sé lokað að neðan en það inniheldur A en ekki B. Hér höfum við aftur hálfopið bil. Inniheldur B en ekki A og alla tölur þeirra á milli og við getum sagt að það sé opið að neðan eða lokað að ofan. Bil inniheldur báða endapunkta sína. Hér höfum við opin vinstri hálflína. Þetta eru allar tölur minni heldur. Allar tölur sem eru minni heldur en einhver gefin tala B. Og hér höfum við lokaða vinstri hálflínu, B með og allar tölur fyrir neðan B. Hér höfum við allar tölur sem eru stærri en A. Opin hægri hálflína og hér allar tölur sem eru stærri eða jafnt og A. Lokuð hægri hálflína og bil geta verið tóm. Eða er tóma mengi, það er vist bara til eitt tóma mengi ef við köllum það stundu tóma bilið. Opnu hálínurnar eru opin bil og lokuðu hálínurnar eru lokuð bil. Lokaða bilið sem hér sést inniheldur allar rauntölur á milli 0 og 1 og báða endapunkta sína. Skoðum við bilið A. Það inniheldur allar tölur á milli 0 og 1 en ekki endapunktana 0 og 1. Tala X sem að liggur strangt á milli 0 og 1 er á bilinu A. Og hér annað bil sem við kallum B og sjáum við að 0 er á bilinu B en 1 er ekki í B. Hér höfum við mengi C og hér höfum við sammengi tveggja rauntalna bila. En þetta mengi C er ekki bil, vegna þess að til dæmis er talan 2 á rauntalnalínunni en er ekki þessu mengi og 2 liggur á milli 0 og 4. Hér höfum við önnur 2 mengi sem eru sniðin saman, 0 og 1 annars vegar og 3 og 4. Hvað er sameiginlegt? Það er engin tala úr þessu bili í bilinu og öfugt. Það er engin tala á fyrir bilinu í seinna bilinu. Það er því tómt. Þetta er þá tóma mengið eða tóma bilið. Skilgreiningar. Rauntalnamengi S er takmarkað á ofan ef að til er rauntala M. Þannig að X er minni eða jafnt og stóra M til að segja fyrir öll X á bilinu. Og svona tala M kallast á efri mörkuð yfirtala fyrir S. Rauntalnamengi S er satt takmarkað neðan ef til er rauntala litla m, þannig að X liggur hægra megin við M eða er stærri eða jafnt og M fyrir öll X í stóra S. Og svona tala litla m kallast á neðri mörkuð undirtala fyrir S. Og rauntalnamengi S er sagt vera takmarkað ef það er takmarkað á ofan og það er takmarkað neðan. Hér höfum við þá takmarkað, lokað rauntalnabil. Þessi B plus 1 yfirtala fyrir þetta mengi og A minus 1 er undirtala. Hér hefur við opið takmarkað rauntalnabil, eins og er hér hálflína og hún er ótakmarkuð, en hún er lokuð samkvæmt skilgreiningunni. Svo er hérna bara nokkur viðbótar. Ef að stóra M er yfirtala fyrir talamengi S, þá er sérhver tala stærri en stóra M einnig yfirtala fyrir S og ef að litla M er undirtala fyrir mengið S, þá er sérhver tala sem er minni en litla m einnig undirtala fyrir S. Og ef ekki er til nein yfirtala fyrir stóra S, þá er stóra S ótakmarkað á ofan. Er ekki til nein yfirtala. Og ef ekki er til nein undirtala fyrir stóra S, þá er S sagt er ótakmarkað að neðan eða hafi engin neðri mörk. Þetta áttu við tilviki hálflínanna. Þetta er reyndar vinstri hálflína, lokaða vinstri hálflínan. En þau var bæði yfir töluna 10. 10 með í annarri hálflínunni en ekki hinni. Þetta er opna hálflínan hér. Seinna bilið sem er sýnt. Þetta eru bæði ótakmarkuð að neðan. Mengi talninganna er ótakmarkað ofan. Það er engin efri mörk. Það
ekki til negintala stórhjálm sem er stærri en allar aðrar talningar, það er náttúrulega tölur. En mengi talningan er takmarkað neðan. Takmarkast af minnsta talan í menginu. Nú öll endanlega mengi eru takmarkuð. Þau eru takmarkuð ofan af stærsta staki mengisins og takmarkuð neðan af minnsta staki mengisins. Mengi eintalanna er ótakmarkað bæði ofan og neðan. Þá hafa við sótt hér þessi hugtök sem við viljum hafa á hreinu.